Komið sæl, ég heiti Hanna Borg Jónsdóttir og langaði til að kynna ykkur fyrir meistaraverkefninu mínu sem ég kláraði nú í vor undir handleiðslu Ragnýjar Þóru Guðjónsens, lektors. En verkefnið ber heitið Réttindasmiðja, hagnýtt og aðgengilegt kennsluefni fyrir réttindafræðslu barna. Nú, af hverju varð þetta verkefni til? Mér eru réttindi barna afar hugleikin og hef í námi mínu og starfi kynnst því hvað réttindafræðsla er gríðarlega dýrmæt og mikilvæg fyrir börn. Það er mikilvægt að tryggja markvissa réttindafræðslu barna þar sem það hefur þýðingu fyrir velferð þeirra og borgaravitund. Ísland varð aðili að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1992 en var síðan ekki lögleitur fyrir árið 2013. En með því skuldbatt íslenska ríkið sig til þess að fræða börnum réttindi sín, samanber 42. grein og 29. grein barnasáttmálans sem við munum skoða nánar hér á eftir. En þetta endurspeglast í menntastefnu þjóðarinnar, samanber aðalnámskrá, þar sem ítrekað er fjallað það að fræða þurfi börn mannréttindi og réttindi þeirra samkvæmt alþjóðasáttmálum. Umboðsmaður barna, Barnaheill og UNICEF hafa unnið að innleiðingu sáttmálans og útbúið ýmiss konar fræðsluefni. Það er samt sem áður þannig að kennarar hafa rætt skort á hagnýtum efnivið og leiðum til að nýta við heildstæða og markvissa réttindakennslu í skólastarfi. Þetta harmoniserar við niðurstöðuna sem Ragný Þóra kynnir í sínu erindi, þar sem að hún bendir á niðurstöður þar sem að fjallað að kennara skorti bæði þjálfun til að kenna þetta og efni. Nú hér er 42. grein barnasáttmálans. Hún segir að aðildarríki skuldbindi sig til að kynna meginreglur og ákvæði samningsins víða með viðeigandi hætti, jafnt börnum og fullorðnum. Ákvæði má túlka á þann veg að aðildarríkjum beri skylda til að tryggja að börn fái fræðslu réttindi sín. Börn þurfa að þekkja réttindi sín til þess að geta sett þau í samhengi við líf sitt og skilja þau. Það er ekki nóg að þau hafi aðgang að sáttmálunum, þau þurfa skýra réttindafræðslu sem gerir þeim ljóst að skoðanir þeirra og líðan hafa vægi og að þau eigi rétt á að setja fullorðnu fólki mörk. Réttindafræðsla er borgaramennt, rúmast þar innan vegna þess að hún deilir sömu markmiðum að efla þekkingu og skilning á réttindum, ábyrgð og skyldum sem fylgja því að vera virkur borgari í lýðræðislegu samfélagi. Til að viðhalda menningu þar sem að mannréttindi eru virt er nauðsynlegt að einstaklingar þekki réttindi sín og annarra. Þegar börn fá fræðslu réttindi sín þá dýpkar skilningur þeirra á þeim. Það stuðlar að gagnkvæmri virðingu og bættum félagslegum tengslum og það getur ýtt undir að börn berjist fyrir réttlæti og jafnrétti og verði líklegri til að þora að grípa til jákvæðra aðgerða til að vernda og styðja réttindi annarra. Börn sem ekki fá réttindafræðslu, þau skilja réttindi sín fremur sem frelsi til að gera það sem þau vilja og átta sig ekki á því að réttindum fylgja skyldur til að virða réttindi annarra. Það er gríðarlega mikilvægt að uppræta þá mýtu að það sé áhættusamt að kynna börnin fyrir réttindunum sínum og að þau hafi réttindi. Af því að þá muni fullorðið fólk missa allt vald og börn bara taka stjórnina og vera tilætlunarsöm. Rannsóknir á árangri markvissrar og vandaðra réttindafræðslu gefa til kynna að börn sem hafa fengið slíka fræðslu, þau bera fremur virðingu fyrir hvert öðru, skilja mikilvægi vinnufriðar og málamiðlana og öðlast betri félagslega færni. Því þurfa kennarar ekki að hræðast að fræða börnum réttindi sín. Þeir þurfa einungis að vanda fræðsluna. Markmið þessa verkefnis var að útbúa hagnýtt og aðgengilegt námsefni til þess að nýta í réttindafræðslu og markmiðið var að verkefnið svaraði markmiðum aðalnámskrár að búa til kjörnar aðstæður til þess að takast á við verkefni sem snúa að grunnþáttunum 6 lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni, læsi, heilbrigði og velferð og setja sköpun inn í.
Markmiðið var að tryggja skólum og kennurum verkfæri til þess að uppfylla skylduna markvissa réttindafræðslu, þannig að allir kennarar geti tekið réttindafræðslu að sér fullir sjálfstrausts. Hér sjáum við 29. grein barnasáttmálans. Hún segir að aðildarríki séu sammála að menntun barns skuli beinast að því að meðal annars móta með því virðingu fyrir mannréttindum, virðingu fyrir foreldrum þess, menningarháttum sem eru frábrugðnir menningu þeirra, undirbúa barn til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis karla og kvenna og vináttu milli allra þjóða og endingu móta með því virðingu fyrir náttúrulegu umhverfi mannsins. Þetta sem sé markmið menntunar. Hvernig varð verkefni til? Verkefni tók 2 ár en efni var kennt og þróað í Flataskóla, Garðabæ, en skólinn var meðal þeirra fyrstu til að hljóta viðurkenningu sem réttindaskóli UNICEF. Unnið var með nemendum í 2. til 7. bekk og reyndist sú samvinna afar dýrmætt til þess að tryggja að kennsluáætlanir stæðust og efni og verkefni væru við hæfi. Aðalega var unnið með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun. Námsefnið fékk heitið réttindasmiðja og inniheldur 15 kennsluáætlanir fyrir kennslustundir sem hver og ein 80 mínútur að lengd. Námsefnið inniheldur ítarlega fræðslu sem snýr að hugtökunum mannréttindi, jafnrétti, fordómar, sjálfbærni og að setja sig í spor annarra. Þær henta einkum fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla í 5. til 7. bekk. Lagt til að efni sé kennt í smiðju, til dæmis á móti list og verkgreinum, en einnig má taka þær stundir sem eru ætlaðar til lífsleikni frá fyrir réttindafræðsluna. Það sem mikilvægast að hún sé markviss og fari fram með reglubundnum hætti. Markmið aðalnámskrár sem voru fjöldamörg höfð til að leiðarljósi við gerð þessa námsefnis. Hér sjáum við aðeins nokkur dæmi en þau eru öll að finna í kafla aðalnámskrár samfélagsfræði. Dæmin segja að nemandi geti tekið þátt í samræðu stöðu sína sem þáttakandi í samfélaginu, réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á réttindum sínu samkvæmt alþjóðasáttmálum, að nemandi geti nefnt dæmi gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og rætt áhrif staðalmynda, að nemandi geti borið kennslu á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi þess til mismunandi trúar, lífsskylda, skoðana og lífshátta, að nemandi geti sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á veldum stöðum og tímum, að nemandi geti metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á fordómalausan hátt og að nemandi geti rætt eigin athafnir og afleiðingar þeirra. Ef við skoðum efnistökin í námsefninu, þá líkt og áður hefur komið fram, aðalega fjallað mannréttindi og barnasáttmálann, en nemendur kynnast réttindum sínum með því að setja þau í samhengi við daglegt líf í gegnum ýmiss konar verkefni. Meðal annars vinna nemendur verkefni þar sem þau rýna í þarfir ungbarna og kynnast sáttmálanum út frá þeim. Einnig rýna þau sáttmálan og hafa börn á flótta í huga. En þau kynnast líka tilgangi mannréttinda, tilgangi barnasáttmálans, hvernig hann varð til og hvernig á að nota hann. Hér dæmi verkefni sem að nemendur í 7. bekk unnu. Það heitir réttindabær en þarna settu nemendur réttindi sín í samhengi við umhverfi sitt, staði og stofnanir og þarna sjáum við til dæmis spítala, þjóðleikhúsið, að sjálfsögðu skóla, þjóðskrá, ýmislegt. Hugmyndirnar komnar frá nemendum. Megináherslan ávallt á jafnrétti, að öll börn eru jafn mikilvæg að hafa sömu réttindi, en börnin veltaði fyrir sér hvað þýðir jafnrétti, hvað eru fordómar og hvernig verða þær til, hvernig tryggjum við að við höfum ekki fordóma sjálf, hvað til gagnrýnar hugsunar og sjálfsrýni.
Annað þema máttur menntunar. En nemendur fræðast mikilvægi menntunar og setja hana í samhengi við jafnrétti. Nemendur velta fyrir sér áhrifunum sínum. En eitt af markmiðum smiðjunar að nemendur gera sér grein fyrir því hvernig þeir geta haft áhrif á líf sitt og annara. Þeir setja þetta í samhengi við það að vera góð fyrirmynd og velta því fyrir sér hvað góð fyrirmynd. Sérstök áhersla lögð á að nemendur skilji hvað það þýðir að setja sig í spor annara og hvers vegna það mikilvægt að geta gert það. Nemendur setja sig í spor flóttabarna og setja réttindi samkvæmt barnasáttmálanum í samhengi við líf þeirra. Og það mjög sniðugt til dæmis þarna að börnin velti fyrir sér réttindum og forréttindum í kjölfarið. Hérna sjáum við dæmi verkefni sem að nemandi í 5. bekk vann áhrifin sín. Hvernig vil ég vera og hvaða áhrif vil ég hafa? Þá að finna kennsluáætlanir sérstaklega helgaða fræðslu heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. En sérstök áhersla lögð á að börn geri sér grein fyrir því að þau geta haft áhrif í nærsamfélaginu, þjóðfélaginu og öllu hinu hnattræna samfélagi. Það geta allir lagt lóð á vogarskálarnar. Hérna sjáum við kennaratöfluna eftir hugaflæði með nemendum í 5. bekk. Þar sem hugmyndir þeirra voru skrifaðar niður eftir fræðslu heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Áhersla lögð á að nemendur velti fyrir sér í hverju framlag hvers og eins getur falist. En þarna má sjá hugmyndir sem tengjast bæði jörðinni sjálfri og umhverfisvernd og náttúrunni, en einnig hvernig við menninni getum búið saman í sátt og samlyndi, sem auðvitað allt hluti af heimsmarkmiðunum. Ef við skoðum dæmi, ekki kaupa óþarfa, koma fram við alla sem jafningja, skrifa áhrifamiklu fólki bréf og þrýsta á breytingar eða fyrirtækjum, ganga eða hjóla í skólan í stað þess að vera keyrður. Mjög skemmtilegt. Svona réttindafræðsla og fræðsla heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna gerir börnum þannig frekar kleift að verða samfélagslega ábyrgir borgarar. En það von mín að einn daginn verði markviss réttindafræðsla kennd í öllum grunnskólum landsins, þar sem ávinningurinn vissulega mikill. Takk fyrir.